og það það sem að ég nota til dæmis bænina mestmegnis í dag, af því ég mæti oft aðstæðum eða þú veist, mæti á stað og ég veit ekki hvað að fara að mæta mér, bara eins og til dæmis ef það verður andlát í heimahúsi. Já. Að ég fæ bara símtal, þú veist, bara það var andlát í heimahúsi, þá rúska eftir þjónustu prests. Og þá ég bara að leggja niður allt sem ég að gera. Já. Og ég bara að fara. Og ég veit ekki hvað að fara að mæta mér. Nei. Það getur verið að það sé bara lögga og héraðslæknir og þú veist, mögulega þú veist, einhver 1 eða 2 fullorðnir sem eru bara alveg rólegir. En svo ég líka lenti því að þú veist, ég fyrir heimahús og það var pabbi bráðkvættur og hann lá á eldhúsgólfinu og þú veist, og grátandi börn og eiginkona svona í alltaf því sturlunar ástandi, sko. Já. Og nema þegar ég lagði bílum mínum fyrir utan, þú veist, ég veit ekkert. Nei. Hvað mæti mér, sko. Þá þykir mér rosalega gott að gefa mér bara 1 mínútu eða eitthvað, bara að reynsa hugan. Og þá fer ég með bæn, sko. Já. Bara þú veist, bara viltu vera með mér, viltu leiða mig áfram og styrkja mig í þessum aðstæðum sem að ég að fara í. Þannig að ég verði til gagns. Já. Og þú veist, og þetta, þú veist, hvort sem að, þú veist, ég trúi því að þetta sé raunverulegu styrkur sem ég fæ til þess að mæta þessu. En, þú veist, svo getur bara vel verið að þetta sé bara, þú veist, það að ég geri þetta, þú veist, að það bara gefir, þú veist, að komið styrkur einhverstaðar annar stað frá, sko. En þá kemur líka, afsakið, þá kemur inn í líka þetta hugtak trú, sko. Að ég trúi því að þarna sé Guð að leiða mig. Já. Við trúum því sem við vitum ekki. Við tökum ákvörðun út frá einhverju, þú veist, mögulega bara hefur lífið okkar bara verið þannig að það leiður okkur að þessar ákvörðun en þú veist, en ég hef alveg efast oft og það bara hollt að efast, það bara það bara partur af því að taka út trúar þroska, það efast, en ég sannfærist alltaf aftur og aftur og aftur, sko. En þú veist, en það sannfæring í mínum huga, en við köllum þetta trú af því að, þú veist, ég get ekkert sanna það að þetta sé einhver yfirnáttúrulegur andi eða kraftur eða hvað sem við köllum það, Guð, sem að leiða mig áfram, sem að gefa mér styrkin, sem að færa mér orðin. Ég hef alveg stundum komið út úr svona aðstæðum þar sem að ég hef verið bara hissa á því að ég hafi átt til þessi orð sem að þú veist, að þau hafi bara dottið í hausinn á mér, sko, þú veist, eitthvað sem að ég hef aldrei sagt áður, en virkaði bara mjög vel í þeim aðstæðum, sko. Er þetta þegar þú ert kallaður út í svona, er þetta bara eitthvað sem alltaf gert? Er alltaf kallað á prest eða er þetta eitthvað sem aðstandendur biðjum? Já, oft biðja aðstandendur það. Já. Sko, fyrst vettvangur yfirleitt sjúkralið og slökkvilið. Nei, lögga. Ef að, þegar það verður eitthvað. En svo verðist vera mismunandi og það nú eitt sem að mér langar að fara bara að ræða við lögregluna bara af því að sko það sem við gerum að við mætum aldrei á staðinn til að tala trú eða Guð, sko. Við bara mætum og okkar hlutverk það að ná utan aðstæður þarna, ná utan fólkið, leiða það áfram. Já. Og við
tölum ekki Guð eða trúmál eða eitthvað. Nei. En ef þau gera það, þá mætum við því auðvitað. En og þetta mögulega algengur misskilningur, eða allavega misskilningur hjá sumum, að nei, ég þarf ekkert prest. Að því að halda að við sem að koma bara með biblíuna blessa og eitthvað svoleiðis og nú allt betra, sko, ég er búin að lesa fyrir 3 ritningar. Já, hann er komin á betri stað. Það alls ekki þannig.